Aron Þórður vinnið hérna Vestra 2-1, hvernig svona bara fyrsta spurning, hvernig líður? Mjög vel, gott að vinna. Ég loksins datt sigurinn. Mér finnst við hafa verið mjög góður í síðustu leikjum. Óheppnir að landa ekki sigurinn, en það kom í dag. Fyrir hálfleikurinn, hvað segirðu? Mér finnst við vera betri frá fyrstu mínútu. Það var svona kannski 70. mínútu sem fór að gleðina og þá kom opnarnir sem við nýttum. Fyrir hálfleikurinn bauð ekkert upp á mikið, einkennist það bara hotspinnum og fyrirgjöfum þó að þeir verið meira um boltan. Hvernig fannst þér fyrir hálfleikurinn? Ég meina þetta er fótbolti sem vilja spila. Þeir vilja ekki vera með boltan og þeir vilja verja markið sitt og eru góður í því. Þetta er kannski ekki skemmtilegt fyrir auga en þeirna árangri. En fótbolti mann í dag og maður ránar með það. Vestamenn komast yfir rétt undir lok hálfleiks, hvernig fannst þér svona seinni hálfleikurinn? Núna skoruðu þeir annað markið þannig að þú varst eitthvað í línu við Daða. Varstu spilaðan rétt það? Ég veit það ekki, það getur vel verið að ég hef spilað rétt staðan en finnst ekki skipta máli. Ég held að við hefum komið tilbaka á kláran leik saman hvort við hefum verið 1-0 eða 2-0 undir. Þeir voru algjörlega búnir á 70. og eftir það þá bara gengur lagið og keyrðum yfir á. Ánægði með síðasta korterið að þið náðu að svara þessu og koma tilbaka? Já, hrikalega ánægði með liðið í heild. Og loksins náðu kannski að standa vörnina betur en við gert í síðustu leikjum. Finnur Tómas náttúrulega leiddi línuna eins og hann hefur gert þetta í mörgum leikjum, verið frábæri sumar. Þvert á það sem að margir gagnrýnendur segja. Á mínum mati einn besti varnarmaður landsins og þú mætti alveg fá meira hrós. Núna síðustu 5 leikir, þið hafi ekki verið að ná úrslitum og hefði verið með 1 stig eftir 4 eða 5 leiki. Hversu mikilvægur er þessi sigur í dag? Hann er bara góður upp á móralinu en við svo sem þrátt fyrir kannski úrslitin hafa ekki verið að detta þá trúum á þetta prógram sem Óskar er að keyra og þetta tekur tíma en þegar þetta smellur þá mun þetta smella allt hressilega. Framöndan landsleikjahlé, hvernig ætlar þú persónulega að nýta þetta hlé? Við erum að fara út með okkur í saman strákarnir á tónleika. Ég er í banni í næsta leik þannig ég er að fara í gott 3 vikna frí. Valur og Víkingur í næstu 2 eftir landsleikjahlé, hvernig horfir þið það? Spenntur? Já, bara mjög spenntur. Ég meina við höldum áfram að keyra þetta prógram sem við erum í. Við ætlum að vera með boltann og ætlum að stýra leikjum og ég er full að trúa því að ef frammistaðan er þá getum við sótt úrslit. Varamennir í dag, Atli og Atli, er bara siglaði segin fyrir? Já, bara geggjaði báðir, sérstaklega Atli Hrafn sem er búinn að spila lítið og þú veist, ég var haldið haus, mættu allar æfingar, barist eins og hundur og það skilaði sér þetta, bara geggjað. Núna hefur verið leikið gríðarlega þétt, fannst þið verið þreytu undir lokin? Ég náttúrulega fekk hvíldela í síðasta leik, þannig ég svo sem get ekki kvartað mikið en ég heyri það á mönnum, sérstaklega Gabriel Hrannar, mér sýndist að vera í hjólastólinni en svona það voru einhverjir sem voru orðnir ansi þreyttir en ég get ekki kvartað. Takk hérlega.